Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Þáttur dagsins í boði Spírunar, en ég get auðveldlega sagt að Spíran sé minn uppáhalds veitingastæður. Þar færðu góðan, hollan og næringaríkan mat, gerðan frá grunni og engin aukaefni. Í dag situr hjá mér engin annar en Bergsveinn Ólafsson, oftast kallaði Beggi Ólafs, sem doktorsnemi í sálfræði með meiru. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir, ég man þú varst að byrja podcastið og sagði mig frá hugmyndinni Síðan ég búin að vera þvílíkur, ég er búin að fylgjast með þvílíkur kraftur í því síðan þá, þannig að það bara mikill heiður að vera mætturina fyrir fram að tala. Æðislegt, takk fyrir. Já, þetta gerist hratt. Ég byrjaði 1. ágúst, svo bara maður búin að drita út þátt. Já, ég heldur þess hvort komum marga 20. Þessi nummer 26. Já, þá er þú bara komin yfir það eru, ég heldur þessi 90% podcastum sem fara ekki við 4 þætti. Já, ok. Og af þeim sem fara við 4 þætti, þá er bara 90% af þeim örlítil prósta, ég man ekki hvað var 20% eða eitthvað af þeim, þeir halda út 20 þætti Já, ok, vel gert ég. Þannig að þú veist, aftur kemur reglulega með consistency fara stöðuleikin Já. Svo ég með svona inn á milli svo kallega heilsumóla sem svona örstutt í þættir og það bara eitthvað svona þegar mér dettur eitthvað í hug, eitthvað sem að gerast, þú veist, ég hef verið með öndunaræfingu, ég hef verið með hugleiðslu og einhver svona fróðleiksmóla og eitthvað svona. Það alltaf frábært bæði fyrir því að kenna það, en það geggjað fyrir fólk sem að hlusta, að geta bara að hlusta í smá stund og tekið öndunaræfinguna eða hvað sem það þannig að ég er mjög hrifinn af því. Ég ætla að hlusta á eitthvað af því þegar ég kem heim núna eftir. Já, það er klárt. En mér langar svolítið að kynnast þér betur og að margir vita hver það en þeir sem hlusta og vita kannski bara ekkert. Það væri kannski gaman að heyra þína sögu, því ég veit að þú talar að fólk eigi sér sína sögu. Bara hversu langt viltu að þið farið, Bara hvað viltu byrja? Hvar byrjaði allir sér áhuga á heilsu og... Já, mín saga byrjar þannig að ég náttúrulega bara alin upp á heilbrigði himli og gefið mér allar þær gjafir og alltaf tækifæri sem ég sem kannski ekki allir fá en ég var svona rosalega þakklátur fyrir það að alast upp í góðri fjölskyldu á 2 bræður, þannig að það var alltaf slagsmál á heimilinu og greiði mamma bara hálfgert stríð heima og pabbi náttúrulega mikill íþróttamaður og bæði kennarar, þannig að það var mikill lögð áhersla á íþróttir og að mennta sig en kannski ekki, mér var til dæmis ekki ítt í fótboltan. Ég kom sjálfur heim og með einhverju vinum mínum að horfa á fótboltaæfingu og ég sagði, mér langar að prófa fótbolta. Og það svolítið svoleiðis með mamma og pappa, þau hafa einhvern veginn aldrei ítt manni út í neitt þegar ég hafa lagt upp svona tækifæri að sagt mér að skoða eitthvað en síðan einhvern veginn hafa það alltaf látið mig standa og falla með því sem ég geri og ég vitandi það að þegar ég tek ákvörðuna að þau grípa mig alltaf því falla sem ég held að væri svakalega vel gert um pappa, hvað sem var viljandi eða óviljandi af því að þá lærði ég svolítið að taka ábyrgð á sjálfum mér og mínum mistökum eða mínum sigurum og þá var það mér að þakka en ekki þeim og ég átta mig svona á því þegar ég í fótbolta þegar við erum að tala söguna og ég tala alltaf svona aha moment, við erum öll einhver svona aha moment og ef þú ert heppinn þá áttu svona 2-3 stór aha moment og nokkur svona lítil sem þú bara, það kviknar á einhverju peru og þú bara, það breytist einhvern veginn sýnin á lífið eða sýnin á sjálfa og þú fattar eitthvað sem þú vissir ekki áður og það gerist sem mér því ég var í bíli í fótbolta öðrunflokk og voru að horfa á aðliði keppa og allt í enn ég bara horfa á einhverju vini mínu að spila og allt í eftir hálftíma leik kemur bara eitthvað rödd upp í hausinn bara, Beggi, akkur þú að horfa á leikinn? Akkur þú ekki á vellinum að spila? Og auðvitað svarið hefur verið bara það eitthvað að þjálfaranum, það bara lítur að vera eitthvað á honum, hann er ekki að spila mér en betra svarið var bara að fara heim, hlaupa heim í 2-3 kilometra frá og ná einhver jógalóð í skúrnum frá mamma og pappa sem nótuðu sennilega aldrei en setja þau undir lappirnar og bara fór út að hlaupa. Ég segi alltaf þetta sé heimskulegast en besta hugmynd sem ég æfinni fengið. Þannig að byrjaði bara, hann áttaði mig á því að þrátt fyrir að fá góðan stuðning og hvað félagslega stuðningur ótrúlega mikilvægur í lífinu að þá í enda dagsins þá er það svolítið undir þér komið. Þá erum við með lífið í lúkunum. Þannig að þarna áttaði mig á svona
kallast agency í sálfræðinni, að þú áttaði á því að þú getur haft áhrif á þig og umhverfið og inn í það blandast smá trú á eigin getu, að ef þú leggur inn vinnuna þá myndu bæta þig og þú hefur trú að þú getur lagt í vinnuna og þar gala átnaðist heimurinn minn allt í einu byrjaði maður að æfa fullt, æfði ekki smart, mjög vitlaust því ég byrjaði að taka matar, síðan árið seinna byrjaði að taka mataræði gegn borðaði ekki holt, ég held allt með kjúklingu verið holt og ég var bara fór í KFC og ég held að það verið holt þannig að það skipti ekki máli því að maður verður að byrja sem kjáni í öllu sem maður gerir af því að sá sem er kjáni, þorir að vera kjáni til að byrja með, hann verður meistari einn daginn og síðan bara var maður alltaf markmiðatriðin fyrst að langaði maður að komast í A-lið síðan langaði maður að vera að komast í meistaraflokk og síðan langaði maður að vera fyrirlið meistaraflokk og þegar ég var orðinn fyrirlið meistaraflokk þá langaði mér í atvinnumennsku í fótbolta og þegar sú sýn var komin og í öllum þessum leiðangri að þá var maður alltaf svo smala inn hægt og bítandi nýrri í vitneskju þú veist, ég var að tala um mataræði, tala um æfingar síðan var maður farin að tala um recovery með svefninu og allt það síðan alltaf ég var komin í hugafar og sálfræðilega þáttinn og ég var einhvern veginn háðu því að ég fann að þegar ég lagði inn vinnuna að þá velunaði heimurinn mig og mér fannst bara svo yndislegt að sjá að ég var að bæta mig í öllum svona þáttum og síðan leiði mér svo vel og svo einhvern veginn þegar fótboltinn fór að dvína þá opnast heimurinn ennþá meira bara heyrðu, hver er ég fyrir utan fótboltamaðurinn Becky og hvað skiptir máli í lífinu og allar þessar svona tilvista spurningar sem dynja stundum á okkur sem getur erfitt að díla við en mikilvægt að svara þeim og þora að svara þeim og þá fattaði ég svolítið svona ég gat lagt á mig fótbolta get ekki gert það bara með skólan jú, ég held ég geti gert það hann ef ég legg inn vinnuna, ég æfi vel eins og læra vel og ég læri vel fyrir próf og ég skynsa með því að fara að sofa og allt þetta þá hljóti einhvern veginn að bætast prófa að gera það og þetta bara einhvern veginn að bætast ég held alltaf að ég væri heimskur það var bara sagan sem ég var að fylgja ég get ekkert lært en síðan bara eftir að það breytist eftir ég fann hennan bæti ekki fótbolta þá yfirferðast það á lærdóminn síðan yfirferðast það bara hvernig getur verið besti möguleg í makinn eða besti möguleg í vinurinn yfir það hvernig getur verið besti möguleg einstaklingur sem heiminu þarf að halda þér þú er alltaf verið svolítið metnaðargjarn í því sem það hefur áhuga á já ég og er frekar svona allurinn típa það er ekkert það er sem ég veit ekki ég er múin að hugsa lengi hvort ég þurfa að breyta því ekki þetta er að sé of mikið það minna það nei, ef ég ákveða að gera eitthvað þá ger ég það með heilum hug þá skil ég allt eftir og ef ég finna ég svona 70% og svona þá bara finnst mér betra að sleppa því okay. en síðan má alveg koma eins og margir hafa spurt mér akkur spilar ekki fótbolta lengur og ég bara, af því að ef ég myndi að fara í fótbolta aftur þá myndi ég bara taka frá skóna og æfa mig í svona hálft ára og síðan myndi ég bara spila í efstu deildi fótbolta eða eitthvað já, hann byrja okkur leikur þau bara ekki og ég bara ég veit ekki hvað það er en þú veist, þetta er eitthvað sem ég kannski þarf vil laga, það er bara að leika mér í fótbolta sem ég á svona erfitt einhvern veginn með að samþykja fyrir sjálfum mér en kannski er einhver vegur þannig á milli sem maður getur farið líka en í svona allavega í því sem ég er að verja tímanum um í, hvort sem að ég meina maki minn eða heilsa mín eða vinnan eða skólinn þá bara, það vil ég svolítið bara gefa allt í sölnar og bara sjá hvert það tekur mig því ég einhvern veginn vil ekki lítið tilbaka og hugsa ég hefði getað gert þetta betur eða ég hefði getað lagt mig betur þarna fram auðvitað er ég mannlegur, ég gerir mistök ég er ekki með allt á hreinu alls ekki eins og kannski sumir halda sem fylgjast með mér utanfrá en já, ég hef alltaf verið rosa svona markmiða drifin og vita svona hvert ég er að fara hverju sinni svona cirka, stundum ekkert skýrt stundum bara svona blurry vision en það er einhvern veginn bara að drifa mig áfram að því að það gerir bara líf mitt mér finnst bara að gera líf mitt tilgangsríkt af því að Abraham Maslow sagði what a man can be, he must be sem er hérna með þarfa píramídan og hann talar það er nokkuð stig í píramídan það er hérna líkamlegt og síðan kemur hérna ást og sjálfstraust og toppnum er hérna self-actualization sem er svona hámarka sem í sig býr og fyrir ofan það sem var ekki í píramídanum er transcendence sem er svona að finna að maður tengist og stuðlaði einhver umfram sjálfa sig okay. þannig að og það svona festi svolítið því ég sá það festi svolítið í mér ég er ábyrgur fyrir því að hámarka í mér býr að því þegar ég hámarka sem í mér býr þá verður fólki betra í kringum mig þá verður vonandi samfélagi betra og vonandi verður heimurinn að betri stað þannig að það getur verið bölvun og blessun skal ég segja að vera með þetta bakinu það er svona eitthvað sem ég ákvað að gera Þannig að sálfræðin heillaði þig þá fljótlega að þú varst mikið
farin að hugsa út í þetta en andlega þátt eftir fótboltan eða hvernig? Nei, sálfræðin sko, ég skal alveg vera heiðarlega við þig sko, ég fór í HÍ fyrst og ég hætti eftir 2,5 mánuði og að því ég bara held ég get ekki lært og síðan fór ég í HR árið sinna sálfræðin var bara alltaf skásta sem ég gæti það var bara svona, ég vissi að mentu verið mikilvæg ég vissi mér langaði til að gera eitthvað meira með fótboltanum af því að þú veist, það er ekki bara gott að vera bara með hausinn þar og einhvern veginn, þá var ég bara svona háður því að fá betri einkunnur og félagskapur í skólanum ótrúlega góðu félagskapur sem ég hitti strákana bara síðast í gær, hann við höldum með þá tengslin og þá var það bara svona að vera háður því að sjá bætingarnar sem eftir ég var að leggja inn eitthvað að sjá bætingar og ég var að bæta mig en hafði engan á því að þú veist þannilega sko. Nei, ekki á náminu sjálfu Nei, ég vildi óska þess að ég væri núna 31 ára gamall að fara í námi í dag sko. En síðan þegar ég fekk nýjan þjálfara og misti svona áströðunum fyrir fótboltanum fór aftur í mitt gamla lið senast, að þá einhvern veginn misti ég draumina á að vera atvinnumaður í fótbolta því mér langaði til að spila í Barcelona eða í München, ég nefndi ekki að fara í til Noregs, skilur, í rauninni, fattar mig og ég var að vera svolítið gamall og hann svona dvínaði draumurinn það var svolítið erfið tímabil og þá var maður svona að fatta hvað maður að gera og okkur svona og sem alltaf kemur þessu hugmynd ég byrjaði í mastersnámi senast í hagnýtir í jákvæðri sálfræði og þjálfunarsálfræði þar, ég hafði áhuga á því en allt í einu grípur mig spurning sá bara kaffúsi og allt í einu grípur mig spurning bara hvað ef ég bara finn út hvað einkenni gott líf og sem ég bara kenni að gera á svona 2 vikum ætlaði að gera það sko þú veist, síðan var ég bara á 3. tímanum á 3. degi að lesandi þú veist 20. vísindagrein og ég var bara ok, þetta er ekki að fara að taka 2 vikur en ég held að það gæti orðið lífsverkefni mitt síðan fær maður bara út og prófa þetta allt ég held að prófa ýmislegt, þú veist, maður er búin að vera mikið að fá einstaklega til sín í coaching maður er búin að vera að halda marga fyrirlestra það er podcastið, það er 2 bækur það er allt í einu spilið fína sem var ég gaf út í jólin ég ætlaði sko að taka það með og láta þig draga en ég fann ég það ekki það er einhver tekið vel til heima en það er ótrúlega skemmtilegt já, þetta er ótrúlega skemmtilegt ég þarf að fara að grafa það upp sko Jú, vil ég stula? Algjörlega, en svo þetta doktorsnám, nú býrð þú í Bandaríkjunum Já og fórst í doktorsnám, í hverju ertu þar? Hvert er doktorsverkefnið? Doktorsnámi heitir jákvæð vinnustæðsálfræði því ég fattaði bara hvað vinna er svona stór hluti af okkar lífi og þetta er eini skólinn í heiminu sem er doktorsnámi í jákvæð sálfræði og jákvæð sálfræði svona byrjaði í þessu skóla sem ég er í og verkefni mitt sko hefur breyst en fyrsta verkefni mitt þá er ég að rannsaka hvernig það að skipta máli fyrir leiðtoga sinn, vinnufélaga eða samstarfsfólk og svona fólki sem nýtur góðs á störnunum hvernig það hefur áhrif á þú upplifir að vinna eins innihaldsrík sem það bara basically að vinna eins sökk ekki að þú sér það gera eitthvað sem þið finnst mikilvægt og allt þar fram til göttunum hafi tilgang Já, og ég er svolítið að gera það í fyrsta verkefninu mínu og síðan er ég að gera náttúrulega aragrúa verkefni sem örgulega enginn er að hlusta sem er enginn er að heyra frá sem er að hlusta en síðan er doktorsnámið mitt að fara svolítið í sko artificial intelligence og veljiðan sko já. Allt í einu er ég byrjað að þróa hugbúnað sem svona samtvinnar vísindi veljiðunar og þjálfunarsálfræði og artificial intelligence eða gervigreind til þess að hjálpa fólki að meta og fylgjast með og bæta sína veljiðan og allt í einu fyrir 8 mánuðin síðan ef ég myndi segja sjálfum mig útbyrjar að doktorsverkefni mun snúast gervigreind, það væri ég bara í hvaða heimi býr þú eða sko þannig að ég er svona, hún liggur þangað að doktorsverkefni mitt sjálft verði það en síðan er ég að gera alls konar verkefni í doktorsnáminu, bæði bara sem tengist doktorsnáminu en líka er ég að stjórna rannsóknarstofu sem heitir Leadership and Organizational Vitality Lab þar eru við að gera svona praktískar rannsóknir á vinnustöðum með Fortune 500 companies í Bandaríkjunum. Hvernig myndir þú þýða það yfir á íslensku? Ég er að passa með sko, ég reyna að passa með slett ekki en ég ánæði með að grípa mig sko, því að maður er alltaf búin að vera bara í 18 mánuði í bara að tala ensku og hugsa ensku, þannig að það heitir þá leiðtoga og fyrirtækja orku rannsóknarstofa sko, já, því vitality er basically bara svona orka. Minnst alltaf gott sko að því að við náttúrulega margir hugsa á ensku og allt það en sumir tengja samt betur við íslensku en stundum eru bara ekki til og sömu orð heldur. Já, algjörlega mér svo, þegar maður er búin að vera garfast svona mikið í þessu ensku þá verður svona erfiðar að
þegar maður er líka búin að sko að tala um þetta á ensku og læra um þetta á ensku, að vera svona erfiðara svona stundum að yfirfæra það yfir á íslenskuna. En ég vil auðvitað gera það og ég held ég sé að sletta minna og minna því fleiri daga sem ég ver á Íslandi. Hvað finnst þér svona fyrir utan námið, hvað finnst þér síðast þessi þá 18 mánuðir hafa kentir, bara svona persónulega? Ansi mikið sko. Ég held að sko, ég veit að þegar þú ferð út það alls ekki auðvelt. Langt frá auðvelt og þú færst svo sérstaklega og fer sko einn út, það annað kannski þú fer með fjölskyldu eða ert á samastað einhver íslingar en þú fer einn út og þekkir ekki neitt, þá ert að fara, það verður erfitt sko, það alveg gefið sko. Og af því að þú verð svo miklum tíma með sjálfur sko, og aftur, hvað gerist þú verð miklum tíma með sjálfur, þá fegur svolítið tíma til að hugsa sko. Akkurat. Bara hvað ég að gera og hver ég og allt þetta sko. Og ég hef lært ýmislega, þú kynnist líka sko, það sem ég varst áhugavert, þú kynnist sjálfur upp á nýtt í öðru umhverfi. Hvernig þá? Af því að þú veist, allan fyrir mig, ég bý á Íslandi og fólk verður ákveðnar hugmynd mig og hvað ég verið að gera síðustu ár og þú einhvern veginn svona bara, þú veist, kannski hefur það áhrif á hvernig þú hefur það og allt það fram til göttunum og þú svona ert ekki, sko, af því að við séum venjust í því bara. Síðan þú mættur í nýtt umhverfi sem engin veit hvað það ert, engin veit hvað það gerir og fólk bara, þú veist, að spegla þig á nýjum vettvangi á hans að vita neitt um þig. Það er alltaf magna. Já, og þá lærir þú svolítið sko styrkleikana hennar, kannski eitthvað takmarkanir hennar, sem lærir bara rosalega mikið sjálfa sig, því eins og ég er bara að taka ákvarðanir hvernig stegi fyrir mig sjálfan. Þannig ég læri svolítið, ekki það að ég hef verið meðvitaður fyrir, þá læri ég ennþá betur bara hvað finnst mér gaman að gera, hvað finnst mér tilgangsríkt að gera, hvernig lífi vil ég lifa, hvernig vil ég setja upp daginn minn, hvernig fólki vil ég hanga með, hvernig vini vil ég eiga, þú veist, og þar fram til göttum, sko. Þannig að mér fannst svona, og kannski, sko, og þú varst að tala um sögu á þessum áhört að koma inn á, sko, að því að sagan sem maður fylgir, eða þú veist, það sem hver maður þetta identity. Flestir eru með identity, ég heiti þetta og ég er að gera þetta og þetta, svona alls nýstum hvað maður er að gera. Akkurat. Og það er svona tvíeggjað sverð, að því að þú veist, auðvitað erum við nakin á þess að vera með þetta identity, þú veist, starfið okkar eða eitthvað svoleiðis, sýnir það svo brothætt. Af því að því ég fór út að þá, ég var svo ótrúlega mikið, ég var alltaf að kútsa, ég var alltaf að tala, ég var alltaf að halda með podcast, ég var alltaf að finna fyrir því að ég var á áhrif á fólk, sem er fast yndislegt og það dreif mér svo mikið áhrif og gerði vinnuna mínu svo rosalega innhaldsríka. Síðan kom út, allt í einu núna, ég kom bara einhver helli, ég er bara doktorsnemi, ég er að stjórna rannsóknastofu og þróun hugbúnað, ég er ekkert að fá þetta feedback aftur. Og þá var maður svo mikið pressa á sjálfum mér, ég var alltaf með pressa á sjálfum mér bara, ég er þessi coach, ég er þessi public speaker, ég er þessi podcastari. Og það var svo erfitt fyrir mig að hafa þá pressu á mér ennþá þegar ég var úti því ég var ekki að gera mikið á því. Þannig ég ákvað að gera eins og maður gerir stundum þegar maður fyrir genið sögum sinna. Ég ákvað að láta þann part sem ég deyja við mig úti, ég tek smá coaching en þá heima og held að fyrirlestra, en deyja við mig úti, svo ég geti bara einbett mér á því sem mér finnst mikilvægast að einbetta mér á núna. Af því að, ég veit ekki alveg hvernig við þýðum þetta, you can't do anything but not everything. Þannig að þú getur gert hvað sem er, en ekki allt. Ekki allt, einmitt. Það var svona, ég lærði það á svona erfiða mátan í rauninni. En vá, þetta er ótrúlega flott samt, af því að þetta er alveg rétt. Við erum svo oft mikið starfið okkar, eða eða mamma, eða þú veist, ég er eitthvað hlutverk, en við erum náttúrulega ekki bara það. Þannig að þetta er svolítið, bara flott í raun og veru, tækifæri fyrir mann að fá að fara bara svona aðeins, þar sem maður er ekki sama maður var áður. Já, algjörlega. Og þarf að svona, Og getur maður bara verið, þú veist, nakin á náttúrulega skilgjönglega, það er líka bara spurning, get ég bara verið beggi, hér og nú? Ég er bara beggi, og þú veist, þarf ég, og það sem ég geri, að því, þú veist, ég segja oft því ég spurur hver er beggi, segi ég vil bara, ég er einlægur og heiðarlegur einslingur að gera mitt besta til að hámarka það sem í mér býr og vonandi hafa góð áhrif á aðra liðinni. Það er allt sem ég segi. En þú veist, síðan get ég talið upp alla þessa hatta sem ég var að tala skilur mig. En þú veist, get ég verið bara ég núna? Þarf ég að vera eitthvað meira sem er óþægilegt kannski, því maður er bara nakin skilur mig. Af því að þú veist, og af því að ég skilgreinir mig sem heiðarlegan og einlægan,
af því að ég heiðarlegur einlægur, þá erfitt fyrir einhvern að höggva á það ego, þá getur margt gerst en þú veist, það þýðir að það sko fyrir mig að ljúga, ég get ekki logið það er ekki fræðilegu mörki ég bara geta ekki svona eins og ég er ræðileg já, og það er, ég vil segja að það er mjög gott en auðvitað getur maður að vera að kasta út heiðarleika þegar maður kannski þarf að geta að gera en ef einhver spyr mig einanlegt og vill svarið þá gef ég þér heiðarleika það er bara, og bara eins og ég sé hann sko. En mér finnst pínu áverð kannski að spyrja þig hver finnst þér vera helsti munurinn á Bandaríkjunum og Íslandi? Er einhver sem þú saknar héðan þegar þú ert úti og er eitthvað sem er úti sem þú upplifir, vá, ég vildi þetta vera svona heima ég sé alltaf heima þegar við tala um Íslandi já, helsti munurinn er náttúrulega bara mér finnst, við erum rosalega einsleit á Íslandi við erum rosalega lík og við erum rosalega samheldið land og samfélag og rosalega gott svona samfélag hérna á Íslandi þú kemur út og þá er þetta rosalega fjölbreytilegin er svo svakalega mikill og fólk frá öllum löndum, heimsálfum menningarheimum og þú svona eins og ég var á nokkra vini sem eru gyðingar og allt í einu bara voru þau haldið upp á nýtt ári í september og það er árið 5.000 hjá þeim og ég var bara byrju, er þetta bara eins og þegar við fyrir heim og, fyrir til Íslands og höldum upp á nýja árið, bara já ég bara, já ok, þannig að mér finnst svona og út af því er að koma kannski punktunum sem ég væri til að hafa í Íslandi að því ég kannski er pínu svona kana Íslandingur, ég er svona pínu ég fitt alveg vel inn í Kaliforníu og það var ekkert erfitt fyrir að fitta inn að af því að þú veist það er svo mikill fjölbreytileiki hana og oft á tíðum þá flytur fólk held í miklu meira milli sko fylkja í Bandaríkjunum heldur en fólk flytur frá Íslandi og út þannig þú ert svolítið sko það er svolítið þrýst á þig að þurfa að vera opin við fólk út á götunni, í matvörubúðunum á kaffuhúsunum og þú veist, ég get sagt ég spjalla við alla sko, ég spjalla við þrýmingakonunnar, ég spjalla við fólki sem vinnur á kaffuhúsum og fólki sem er á kaffuhúsum, það er bara bestu vinir mín það er bara, við spjallum bara daginn og veginn og hvernig þeim líður og hvernig mér líður og hann að sen kemur bara hérna til Íslands og Keflavíkurflugvöll, mætir á Joe & the Juice og segir hérna, hæ, hvað segir þú og það er bara ekki gefið svar og segja bara, skilur þannig ég væri til í að af því að þessar samræður hafa náttúrulega sýnt að við þessi weak ties eða svona hvað maður að segja þetta er svona small talk eitthvað já og ég skal segja það já og sko þessar tengingar gera miklu meira fyrir veljan okkar heldur en gerum okkur inn fyrir sko til dæmis þess að var rannsókn gerð á fólk sem fyrir lest og spurt þau svona að því við erum ekkert mjög góð að spá fyrir hvað gerir okkur gott eða slæmt sko í framtíðinni og spurt svona hvernig heldur að tala við einhvern ókunnaðan í lestinni muni hafa áhrif á þína veljan og svona hann bara það gerir ekki gott sko ok, ég setti 2 hópa, bara 1 hópurinn gera það sem þau gera vanlega í lestinni annar er ekki að hlusta á podcastið eða í símanum, annar eiga eina samræður við manneskjuna og það sem sáu að þau jóku jákvæða tilfinningar og líka lestaferðin var miklu skemmtilegri heldur en að vera í símanum eða hlusta podcastið og fyrir mér, þegar ég var að feta mig gegnum að því tölum aftur erfiðleika, þegar feta mig gegnum félagslega heiminn í Bandaríkjunum og finna mitt fólk það sem bjargaði mér voru þessi svona samtöl sem ég átti á götunum og meðal hans við fólki á kaffúsin sem ég kalla vini mín í dag það eru þessi samtöl sem nærðu mig félagslega og þetta kallast í sálfræðinu sko Barbara Fredriksson sem mjög stóra kenningu jákvæða sálfræði sem heitir svona kenningin jákvæða tilfinningar hún stækkaði þá kenningu að koma aðra kenningu og það kallast positivity resonance á ensku sem þýðir þú átt í örstuttum augnablikum þar sem þú og einhver getur verið bara ókunnugur eigið jákvæðum tilfinningum saman og svona líkamann ykkar og líka bara heilin ykkar hann mattsar og þetta getur átt í staði 10 sekundur eitthvað sliðis og hún kallar þetta Love 2.0 að þú veist þetta sé ást og þessi augnablik sem við eigum þetta getur ekki okkur því líkt búst í okkar veljan og allan að bjargaði mér svo sannarlega og hann að ég væri til í að því á Íslandi er það kannski meira að þú þarft svona að þú ert ef ég myndi fara út af ef við þekktumst ekki og þú væri bara sitja, hún væri bara sannlega bara í hagkup og ég myndi bara koma og ég var að borga kassanumleginu ég var bara að spjalla við daginn og veginn þú væri að hugsa bara hver í anskotanum er þetta akkur hann að tala um mig láttu mig fyrir því, þú veist, láttu mig þú veist, ég er ekki að tala um þig, bara svona typikal Íslending Þetta er alveg rétt
og maður tekur sérstaklega eftir þessu með afgreiðslufólk að ég hef alveg svolítið verið í Bandaríkjunum og það alltaf eftir einmitt svo hressir og spyrja hvernig það hefur það en á Íslandi valla ferðu augnsamband sko, við starfsmannin og þetta alveg rétt, það vantar alveg þessa tengingu. Já, það bara svo gaman. Já. Það bara svo gaman að tala í okkur fólk allt og ekkert og bara segja joke, eins og ég segi alltaf bara ég fæ mér alltaf americano og þetta alveg gótu að mig allir stil þessu sem að hlusta en segi hvernig, og ég segi americano, viltu eitthvað, og sem spyrir þau, viltu mjólk eða sykur? Ég segi nei, ég vil bara svart eins og sáli mín. Já, ég mitt. Og þú veist, og fólk finnur náttúrulega að sáli mín sé ekki svört, þannig að það fyrir að hlæja, skilur. Þetta finnst mér bara ótrúlega skemmtilegt. Og já, og það sem náttúrulega við vitum að því þetta heilsuvarpið og kannski svona bara þvert yfir sálfræðina, þá vitum við að það mikilvægast að þinni veljan og jafnvel þinni heilsu, að það alltaf talað þú veist, drekka nóg vatni, borða holt, sofa, þú veist, allt þetta. Við vitum það að félagslegu tengslin, gæði félagslegu tengslina eru bara jafnvel mikilvægast að þessum öllum, sko. Sem ógeðslega áhugavert, því þú getur verið rosalega fókusur á ég að borða holt og svo stemma og svona, sínastu bara að vanvirða félagslegu heilsuna hennar. Hvað gerist þá? Ég meina, það var rannsókn sem sýndi að, þú veist, skortur af félagslegum tengslum eykur líkurnar að deyja frá öllum mögulegum flutum sem getur dáið frá 50%. Spæði því. Jafn skaðalegt fyrir að reykja 18 sígarettur á dag. Verra en offita, verra en að hreyfa þig ekki. Og maður bara svona, og einn frægasta rannsókn sem verið gerð í heiminum, langtíma rannsókn Harvard stúdía sem þau voru bæjað, sérst, á 2 ára fresti þá tóku þær mælingar heilsu og veljan og fleira. Á 5 ára fresti tóku þau held ég lækna, sáu við gögn lækna heimsóknir og alltaf og frá læknum og á 7 ára fresti tóku við viðtölu fólkið og þetta var semst, þessi rannsókn hefur verið held ég það bil síðan 1893 eða eitthvað minnir mig. Vá. Mjög lengi sko. Og 8 andra mann sem hafa verið rannsóknir og þau komist rauninni bara að einu í þessu, svona hvað væri mikilvægast og það bara gæði þinna félagslegu tengsla. Hún var hérna daginn í viðtali, Dóra Guðrún Guðmundsdóttir sem með jákvæðu sálfræðina í HÍ og hún var að segja frá í COVID þá, og ég held að í hruninu, þá jókst hamingja yngri kynslóðarinnar af því að foreldrar voru meira heima. Já. Foreldrar, þú veist, fóru að vinna minna. Og það var þetta, hún var að segja þetta með félagslegu tengsling, það verið ótrúlega mikilvægt, ekki bara innan fjölskyldna, heldur líka eins og þú ert að segja. Já. Og í COVID hefur þetta líka, þú veist, þá minkaði hamingja líka. Já. Þetta var bara svona tilraun í raun og veru. Allir lokaðir inn í heimi og sér í einhvern langan tíma. Já. Þetta rosalegt. Algjörlega og kannski geta fengið meiri skilabóð bara, þú veist, snertu, þú veist, og verðt knúsaði þá sem fjölskyldumælum minn og knúsaði fólki sem úrt með eða þú veist, sem úrt í sem er búbli og allt það svona, því það er svo mikilvægt fyrir ónæmiskerfið og fleira, sko, þannig að þið vilja kannski sjá aðeins meira af það líka. En hvað heilsa fyrir þér? Ég spyr alla að þessu, ég veit að þetta stór spurning, en bara svona hvað að fyrsta sem þetta eftir í hug? Þú heyrir, hvað heilsa fyrir þér? Heilsa fyrir mér að gera það sem ég veit á að gera, sem gott fyrir mig að gera og sleppa það að gera hluti sem ég veit eru slæmi fyrir mig að gera. Ok, þannig að góðar ákvarðanir. Í rauninni. Já. Af því að þú veist, varandi að breyta hegðun og svona, þá, sko það mikilvægt eins og annars til sem talaði að vera meðvitaður allt, meðvitaður mataræði, meðvitaður svefniðinn og meðvitaður félagslegu tengslin og allt það. En algengasta áskorun sem ég hef verið að lemjast á baki á mig bara í mörg ár, sko, það er hvernig gerum við það, hvernig fylgjum við eftir, hvernig gerum við það sem við vitum að rétt fyrir okkur. Af því að þú veist, það er erfitt, sko. Það er svolítið ábyrðin, sko. Því það er hinn hliðin á peningnum á awareness. Þú getur verið rosalega meðvitaður eða meðvituð, en síðan bara getur þú kannski bara ekki gert neitt í því, sko. Og þannig að heilsa fyrir mér, það er bæði, sko, og þetta á við allt, sko. Þetta bæði á við líkalega heilsu, andlega heilsu, félagslega heilsu og þú veist, við getum farið í spiritual heilsu en þú veist, og allt þetta tengist saman, skilur mig, það sem við vitum bara þegar þú ert að hugsa líkalega heilsuna en þá verður andlega heilsaðin betri og
ef þú ert að tala illa við sjálfa þig eða svona stuðugt að hugsa fortíðina og að leysa eitthvað og svo framvegis, þá hefur það vonda það lengir rauninni telómerana þeirna sem ákveðið markir okkur sem lengi við lifir. Þannig að við vitum alveg að og við vitum að félagslega heilsuna sem við talaðum áðan hefur áhrif á líkamlegu heilsuna, en þetta allt saman einhvers konar samspil. Þannig fyrir mér ef maður veit svona þetta kallast sko 20% reglan. Þannig þú veist sko, ég er ekki að tala sko með mataræð, þú veist að borða 80% 20%, þú veist, sleppa þér. Þetta er meira að tala hver eru þín 20% sem stuðla að 80% af þinni heilsu. Segjum svo, fyrir mína heilsu, hreyfing, skrifa, hitta vini eða fjölskyldu, þetta eru 20% af því sem gefur mér 80% af minni hamingi. Nei, minni heilsu, myndi ég segja. Og þá svolítið svona, ef ég slaka eitthvað á því, þá veit ég að heilsa minn dvínar, sko. En hverju myndir þú segja að væri þínu svona helstu heilsuvenjur sem þú hefur tilengaði bara á síðustu árum? Vá, og það hefur verið ferðalag. Manstu frá augnablikinu sem sagði ráðan, þá var ég 17 ára gamall. Síðan þá hefur verið að þróa mínu heilsu hefðin, þannig að þú veist. Prófað alls konar. Ég prófa allt, ég hef prófað yfir mig í öllu, sko. Þú veist, þegar ég er svona ekki all-in. Varst vegan eða ekki einhvern langan tíma? Plant-based í 6 ár og... Já, 6 ár. 6 ár, já. Og svo fóruð þið alveg hinn áttin? Já, núna er bara, já. Það er svo gaman, þú veist. Vinir mínu hlægast stundum að mér að ég sé svona, Beggi byrjar í þessa ferli, Beggi byrjar að prófa þetta og svo, ég veit alveg að ég er að gera, en ég fylgi alltaf bara mínu hjarta á hvað ég vil gera. Fyrst svolítið all-in og síðan annarkvort læri ég það og það verður betra fyrir mitt líf eða ég átta mig á því stundum seint að kannski er betra að gera eitthvað annað. Þannig að mín svona, sko, það er algjört lykilatriði fyrir mig að fara að sofa og vakna á sama tíma. Þannig ég er sofnaður 9-10 og ég vaknaður 5-5-30 vanalega í mín svona kjörútínu. Leið og ég vakna þá finnst mér best núna undanferði svona hálfa árið þar að annarkvæmt að henda þungum hlutum til hliðar og aftur og upp og niður í gyminu eða að fara út að hlaupa. Og eftir það þá tekur maður kannski svona eins og ég var alltaf að huglega en mér finnst bara heilinn minn svo miklu flugi að það er erfitt fyrir maður að setjast niður þessa dagana, þannig að ég meira tekið svona aktiv virka hugleiðslu sem er rauninni bara þegar ég er að labba kannski á skrifstofuna, að labba í gymmi og þá er ég bara svolítið meðvitaður mig og finn fyrir mig labba og er meðvitaður hvað hugsanir koma að teka eftir þeim. Annarkvæmt leyfi ég mér að hugsa þær eða bara, ég ætla bara að fókusera á það sem ég er að gera, sem er svolítið gott. Af því að maður er svo mikil greinari, skilur þú ekki drýmið þetta, það er aldrei slögt á hausnum mínum, það er bara sem er blessun og bölvun. Blessun að ég er bara komin á þann stað sem ég er komin á í dag, en bölvun að því ég væri alveg oft til ég bara, viltu ekki bara taka þig frí, elsku kallinn minn, sko. Og upplifa meira heldur en að greina öllum stundum, sko. Það er bara, já, og síðan finnst mér kuldi algjört lykilatriði og ég kannski afturinn á það, ég sakna kannski þess mest frá Íslandi, sko. Það er að geta sundlöðunarina eða vörklass eða hvað gym það sagði, það er allir með kuldaböð. Og vatn, já, og sjósundið, já, guð mig góður, hvað ég sakna þess, þú segir það, sko. Þannig að þú veist, það er svo auðvelt fyrir okkur að fara í kuldan, en þú veist, á sömrinu verður ekki svona sturtunar kaldar í Kaliforníu, sko. En þá eru þetta, nýfluttu í borgina, sko, 4 mánuði síðan, og þá eru meiri svona ísbastemning og til dæmis í hlaupahópnum sem ég er í, það er svona alltaf ísbálögutum og þannig að það er alltaf saman að koma. Þannig að ísbað, svo ákna snemma, ég borða náttúrulega mjög clean, ég borða mjög mikið af prótín og fitu af því að mér svo orka bara að gefa mér svo mikið, ég nenni ekki spækinu sem að fæstundum á kolvetnum og er svona ég nýti mig kannski kolvetnin bara þegar ég er að gera eitthvað félagslegt því að manstu félagslega heilsan, hún skiptir máli og ég hef alveg verið stressaðri fyrir matnum heldur en að njóta félagslegu tengslana. Já, ég man að tala einhvern þetta. Og ég hef svolítið mikið verið að segja þetta akkurat í heilsumarkþjálfuninni, að fólk á ekki að fórna félagslega heilsunu fyrir líkamlega heilsunu. Nei. Skilur, það er svo mikið að ætla að bæta sér líkamlega að það bara félagslega heilsan bara dettur út af því að þú forðast öll að viðburði að því að það er kannski eins og að segja eitthvað. Algjörlega, og þú ert að komin heim kl. 10 af því að þú ert að fara ákvörða saman. Þannig að þú veist, fyrir mig er þetta verkefni, þú veist, ég hef mjög svona rammar og rútínarar, en síðan þarf maður að vera agaður í aganumurinu með það, þú veist, og hvað meina ég með því? Það er, ég verð að fara svolítið úr ramanum stundum verður svona búa til spá mér að kaos í lífinu. Búa til, flestir er að reyna að búa til reglur
Þetta ágætt. Og það kannski sem ég lærði og þú spurði mig á hann og þetta kom upp, ég er búin að hugsa mikið það af því ég funkar þannig ég alltaf að hugsa núna þegar ég að gera eitthvað, hvernig hefur þessi ákvörðun áhrif á mig í framtíðinni og hverju get ég fórnað núna sem ég langar að gera núna fyrir eitthvað sem ég veit að mun hjálpa mér í framtíðinni. Þetta hjálpaði mér að ná öllum þess árangur sem ég hef sagt með alla hattan og alltaf ferraleg. En bölvunin sem fylgir því að þegar maður gerir hluti sem að veit að maður er bara ánægð fyrir ánægðanar vegna, ekki út af neinu, þá er það svolítið erfitt. Af því alltaf átt að gera það þá er það svolítið að slakka, sko. Þá kemur dómarinn í hausnum sem getur verið okkar svona helsti óvinur sem ég hef lært að vinna með rosa mikið. Þá var hann að segja, Beggi, akkur þú bara að fá þér eitt bjór með vininu núna? Það átti ekki að vera núna að lesa eða skrifa eða átti ekki að vera að vinna í markmiðunum og svona. Þannig að það sem ég lærði úti er að bóki minn heiti 10 skrifa þetta innihaldsríku lífi sem er svona skrítin þýðing á meaningful life í rauninni að ég var að reyna að finna svona meaning in life and meaningful life, innihaldsríkt líf og ég var svolítið fastur á því að maður ætti bara að stefna tilgangsríku eða innihaldsríku lífi maður ætti ekki að stefna hamingi sem við tölum þegar fólk segir hamingi þarf að vanlega að meina það er upplifir jákvæða tilfinningar á neikvæða tilfinninga og ég var svona neitaði svona þeirri leið fyrir mig í áttina haminginni sem hef ég átt að mig núna Beggi, þú mátt leyfa þér að gera hluti sem er ánægilegir þú mátt vera mannlegu stundum það er í lagi og það hefur gert líf mitt miklu ríkara, miklu skemmtilega Algjörlega þannig að þú ert búin að læra af sjálfum þér ég er búin að basically læra sjálfum mér, sko, já Þannig að hvað væri þá helsta ráðið til þeirra ef það er einhver sem er að hlusta og er kannski í sömu sporum, er svo rosa svona, ég myndi ekki segja agaður, þú veist, agaður eða öguð, að þú veist, hvað var það sem að fékk þið til að breyta sig og hugsa, vá, ég verð líka mun að njóta? Sko, ég er heppinn á þeirri leitina, flest allt sem ég geri, ég dreifum rosalega miklu ánægju, mér líður aldrei eins og ég sé að vinna. En að því sögðu, að þá hef ég líka, ég segi jókastundum að það sé 99%, ástríða 1%, ég sé bara vinnualki, örgulega meira vinnualki, ég er að gefa mér hérna aðeins bæjast þarna. En þess að spurningi var semast, hvað væri ráð til einhvers sem væri svona rosalega agaður og hvernig hann gæti þá verið upplifa meiri ánægju. Fyrir mér er þetta bara lífið snýst að upplifa allt sem lífið hefur að bjóða, sko. Og við erum bara svolítið mannleg, skilurðu mig. Þannig að einhvern veginn átta sig á því hvað gefur manni ánægju. Af því að þú veist, því ég sé ánægju þá er ekki bara að tala um pleasure, ég er ekki bara að tala um mat, ég er ekki bara að tala um að horfa á bíómyndir stundum. Það sem gefur mér ánægju er ekkert alltaf, það er ekkert það, skilurðu, þrátt fyrir að stundum fá ég mér alltaf borða og fá mér eitt rauðvínsglas eða hvað það er. En stundum bara eins og ég áttaði maður því úti, þú kannski fyndið að segja þetta, ég elska teknotónlist eða bara svona electric dance music og ég svona viss alltaf að því en samt svona áttaði mig fullkomlega úti. Þannig að ég satt heima á mér á laugardagskvöldi og klukkan 8 og ég hugsaði með Beggi, ertu að fara að gera það sama núna, þú veist, 300. kvöldi í röð, þú ert að fara að lesa 2 vísindagreinar, þú ert að fara að lesa bók og síðan ert að fara að sofa klukkan 10 og svo getur vaknað klukkan 5:30 til að fara rektina. Groundhog Day. Já, síðan googlaði ég símanum concerts near me, eru tónleikar nálægt mér og það er alltaf morandi tónleikum í LA. Það var eitthvað gaur að spila sem heitir Blaster Jacks sem er teknokall sem ég er búin að hlusta rosa mikið á í rektinni og 20 mínútur frá mér. Þarna hugsaði ég með bara auðvitað kom fyrst í hugan bara spennandi, síðan var bara nei, ég þú ert ekki einslingur sem fer að sofa seint og vakna seint og síðan var ég bara að hugsaði hvað mun ég, því ég var hann gamall ég var hann 80 ára gamall þegar ég er svo heppinn að lifa svo lengi hvort mun ég mun eftir því að ég las 2 vísindagreinar að ég fór bara einn á einhverja tónleika á einhverja teknotónleika og þegar ég hugsaði það þá hugsaði ég mig, bara fór ég bara slögt á hausnum og fór bara og það er kannski þetta sem ég lærði því ég var á ráðstefninu að kynna hugbúnaðin og fleira með advisorunum mínum í Vancouver, International Positive Psychology Conference og á henni var ég að hlusta fyrirlestur hann var alltaf, þegar við hugsaum lífið, hugsaum stundum hamingjuríkt líf eða tilgangsríkt líf
en það eitt í viðbót sem hann fundið út og það svona kallað psychologically rich life eða sálfræðilega ríkt líf þannig að ef þú hefur lífað hamingjusamur í við þá bara að í enda dagsins getur þú sagt ég var hamingjusamur, ég upplýði mikla ánægði skilur mig, ef þú upplýður að þú áttir tilgáðsíkt líf, hugsaður já, ég stuðlaði einhver umfram sjálf mig en ef þú átt sálfræðilega ríkt líf þá hugsaður ég sá ansi margt, ég lærði ansi mikið og ég öðlaðist nýja og víða sýn á lífið og þetta hjálpaði mér svolítið að skilja sjálfa mig í gegnum mína vegferð sérstaklega undanfarið 3 ár sem hafa verið bara krefandi hjálpaði mér svolítið að skilja hvernig lífi ég vil lifa og hvernig lífi ég hef verið að lifa því ég gæti ekki komið í orð þá það bara svona að upplifa hluti sem hjálpaði að sjá öðru sín á heiminn eins og það maður gerir þegar það flytur út þú lærir eitthvað nýtt það var ekki alltaf auðvelt lífið var ekki alltaf meiri liði en þú samt upplifir hluti meira kannski heldur en flest mannfólk gerir og það gerir lífið svolítið sálfræðilega ríkt sko. Já, það er geggjað. Og líka því að eina sem við vitum að við höfum núið það er svo mikilvægt líka að gera eitthvað í núinu sem veitir okkur ekki bara að þetta er náttúrulega fín lína hvenær á, því að ég vil heldur ekki bara vera endalust að veita mér allt núna og ég veit að það hefur mjög slæm áhrif á heilsunum minn í framtíðinni en við þurfum samt líka muna að veist, eins og þú ert að segja njóta, fara bara á tónleikana eða skilur þau Já og það er kannski svona það sem ég svona að reyna að finna út með sjálfum mér sko, því mér hefur aldrei liðið eins og ég sé nóg sko í rauninni og það er kannski svona í gegnum fótboltasöguna því að maður var aldrei góður í fótbolta og Nóg fyrir þig þá? Hvað segirðu? Vera nóg fyrir þig? Eða nóg fyrir hvern? Bara, já, nóg fyrir mig já. Ég hef svona, þetta er eitthvað sem maður hefur verið svona þess að reyna að finna út úr en af því að þú veist, eins og ég segi þá var maður bara ekki góður í fótbolta og maður var ekki í góðu formum og svona og síðan allt í einu verðum maður góður í fótbolta og góður formum en þá náttúrulega verðum allir bara að gefa manni meira athygli og allt þetta og mér veist í dag finnst mér gott bara að vera meðvitaður um það og nota það sem verkfæri en síðan eins og núna ég var að eiga samtalið við minn sem við hringjumst í vikulega og erum bara svona semi-kotsar hvert annars og förum yfir þetta og þegar ég kom til Íslands og þá átti ég svo marga félagslega hýttinga sem alltaf geggjaðir og síðan núna eftir þessa hýttinga væri svona að ég átti nú að afkasta meira á hana, ég átti að gera meira í vinnunum og skólinum og skólinn var að klárast fyrir viku sko, nóta benni þá var ég að hugsa bara, já, nei, ég bara leyfði mér að vera nóg hana, bara leyfði mér að eiga í ánægilegum stundum sko en dómarinn er alltaf hana, skilur fattar mig þannig að við stundum ég mæli ekki með þessu, ég mæli ekki með að nota að maður sé ekki nóg, en mér finnst stundum af því að maður er þjálfaður í sjálfur og svona, þá finnst mér allt í lagi að líða þannig stundum og geta svissað inn í milli að maður sé bara nóg, en ég veit að það er ekki hollast að vera ómeðvitað að elta að maður sé ekki nóg, því ég hef verið á þeim stað líka, þannig að þetta eru ár í vinnu sem ég hef svona lært að nota þetta mér í hag ef það meikar einhvern sen sko. Það er líka bara svo flott að því að þú ert virkilega einlægur, þú segist verið og þú ert það en það er ekkit allir sem að fyrst alveg fatta þær kannski ekki þetta með sjálfan sig, en líka bara þú ert að segja þetta upp átt og þá áttar maður sig á því og þá getur maður orðið betri og meira nóg fyrir sjálfan sig Já, og maður verður að tala um það að skrifa það niður eða langar ekki að tala við um það takt upp nótubókina skrifa það niður hvað þú hugsa, þú ert ekkert að vita hvað þú ert að skrifa byrjaði bara að skrifa og það mun koma þér óvart hvað þú mynd skrifa mikið af því eins og þú segir þegar maður bara með í kollinum það er ekki hægt að leysa það þar, það er auðvitað að hugsa þess vegna virkar að fara til þjálfara eða sálfræðings og allt þetta frá framtíðgóturum eða tala við vin sem ég nota rosalega mikið by the way og er alltaf að tala um að þraut sig á sko, svona, að skipti máli að vera sterkur sjálfur og svona, það sem skiptir langmestu máli er bara félagslega stunningu bara, er fólki í kringu sem getur hirti og tala við þú veist, daginn þá var ég eitthvað þurfti að fá að tala við einhvern og ég bara hringdi í 2 vinni mína og átti bara samræður, bara korter það var rosalega gott fyrir mig þannig að þú veist eins og þú varst að orða þetta sko það þú verður að þora að tala um það sem þú ert hræddur við að viðurkenna fyrir sjálfa eða segja við aðra hvort sem þú finnir eitthvað sem þú treystir og vinnin verður að vera tilbúin að hlusta á því sko. Að því ekki að þú ert að tala í vinnin og þá ert að segja hann frá okkur og enni og
og hún segir já, frænka mín Sigga, hún lendi í þessu sko, þetta var miklu verið en það veist, hún lendi miklu verið heldur en þú sko og einu sinni var ég líka, ég lendi í einhver sambarlegu sko, það er stundin bara þú veist, þú þarft að fá einhvern veginn eins og þú ert að gera við mig núna, bara hlusta einlega á mig og ég veit að því að tala við þig, þú ert ekki að grípa fram í af því þú ert vel þjálfuð í markþjálfuninni og ég get tala eins mikið og ég veit og hvað gerist þegar ég tala eins mikið og ég get þá bara kemur allt sullið úr hausnum á mér öll vitleysan í hausnum á mér kemur út Ég segi vitneski ekki vitleysa Ég segi vitleysa En að því við vorum að tala svona venjur og eitthvað, hvað er það helst, þú veist, hvaða svið heilsunar hefur þú mest þurft að hafa fyrir? Því að þú ert með svo mikið að góðum eiginleikum og styrkleikum, en hvað er það svona sem þú mest þurft að hafa fyrir? Svona mest, svona erfiðast fyrir mig eða svona erfiðast að koma í þann stað sem að koma í dag kannski Já, þetta er of djúp spurninga Nei, alls ekki því að þetta hefur allt sko, mér finnst að hreyfa mig ekkert mál ég bara elska, þetta er uppáhaldstundum mér á deginum sem ég finnst bara svona, má svona skammalt að segja þetta en það er bara ekkert sem ég elska meira heldur en að hreyfa mig en maður er svolítið að vinna rosalega mikið í mataræðinu það fær í bara allt í einu byrja að plant-based og bara allt nýtt og síðan allt í einu byrja aftur og bara kjöturunni og ég ætti að vinna svo mikið því og síðan finnst mér sko kannski að vinna mest sko í af því að þegar þú svona ferða á þessa vegferða svona að hámarka sem í þið býr vegferðin sko þá breytist þið svolítið og þá eru kannski viniðinir sem voru mjög góði viniðinir eru kannski ekki á sömu vegferð og þá þarfst þú svolítið að vinna í því með hvaða vinum þú vilt vera og það getur verið erfitt að svona sikta út einhverja vini sem hafa alltaf verið vinum hans og er ekki vinum hans í dag en það er ekkert svona sem kemur í hugan sem ég sko hef þurft að vinna hvað mest í en ég hef þurft að vinna rosalega mikið í þessu öllu saman miklu meiri vinnu heldur en ég myndi nokkuð um að þóra hefði gískað á fyrirfram sko. Það er ekki lagt í þess að vegferð að vissi hvað það verður mikið vinna. Nei, sko ég hugsa á hverjum degi, ekki hverjum degi en ég hugsa stundum þegar maður opnar einhverja kannuhólu þá ertu ekki að fara að afsjá það sem þú sérð sko. Og þegar ég fór að leita að þessi vegferð hvernig hjálpaði fólki að lifa innan slíku lífi að góðu lífi það breytti rosalega miklu varandi mitt eigilíf sko. Og stundum hugsaði ég bara, að það er einn spurning sem ég byrjaði með í fyrstu 3 þáttum í podcastinu mínu eða eitthvað svoleiðis, það var hvort viltu vera meðvitaður heimspekingur eða hamingjusamt flón og stundum hugsaði ég bara, og ég get náttúrulega stundum svissað á milli þessa tveggja póla í rauninni, stundum hugsaði ég bara, ég væri stundum bara, væri ekki bara til, og sérstaklega það líf myndi vera erfitt, þá hugsaði ég bara, ég væri bara til í að vera hamingjusamt flón, síðan þegar ég svaraði spurningu, væri til í að vera bara lífa venjulegu lífi innan gæsalappa skilurðu. Ég kemst alltaf að því til fjandans með venjulega líf. Mér langar að lifa lífinu sem ég vil en það er ótrúlega erfitt en ævintýri og sálfræðilega ríkt og gefandi algjörlega. En hver var uppáhald spurningin sem þú spurðir þú varst með rosal flott hlaðvarp og sem, er það ekki bara í hlé? Jú Þú varst alveg með yfir 100 þætti? Já, með einhverja 120 í 24/7 og síðan var ég með náttúrulega ég man ekki 50 eða eitthvað í milliveginum áður en ég byrjaði því En hérna í 24/7, hvað var svona uppáhald spurningin að spyrja? Því ég ætlaði nefnilega að láta þig svara þeirra spurningu Já sko uppáhald spurningi mín það er örugglega sko hvað hélstu einu sinni að væri satt sem þú telur að sé ekki satt í dag og hefur skipt basically skoðun á. Og hverju myndið þú svara í dag? Það er erfiðar að vera þarna megin. Auðvitað, en sko ég kem að hinni spurningu sem var óþægilegt en samt skemmtilegt að fá svar við en ég hélt einu sinni að það væri satt að maður myndi bara vera með einni manneski út lífið og það var kannski ástæðan okkur það var erfitt fyrir mig að átta mig á því að erfiða mátan að það yrði ekki að raunveruleika ég held að það veri satt að maður myndi bara finna sína manneski og vera með henni út lífið og það veri alltaf bara farsælt en allan fyrir mig þá held ég að
það er ekki satt lengur, eitthvað sem ég hef áttað mig á að það er ekkert alltaf þannig, þrátt fyrir að það sé bara frábært þegar fólk getur verið þannig, en fyrir mig þá þurfti ég að læra inn á það að það er ekki satt fyrir mig að maður eigi að vera með einni manneskju all lífið, heldur getur önnur manneskja komið inn í lífið sem stækka mann og það er kannski svona fyrir mig persónulega, þannig að en kannski ef ég myndi svara þessu já, og það sem kannski punkturinn sem komið náðan þú veist, ég held að vera satt að maður ætti alltaf að gera sem gefur manni tilgang en stundum bara getur maður gert hluti af því að maður langar til að gera hluti og vera mannlegur, vera human mér finnst það svo fyndi hvernig lítil orð geta haft áhrif á mann því ég var að tala við prófessorum minn eftir síðustu önn og hún talaði, já, nú er ég bara elda á kvöldunni, ég er bara svona spínu mannleg og ég bara, já þetta er orðið sem ég búin að leitast eftir ég má vera mannlegur stundum hvað er maður ekki mannlegur? Nákvæmlega mér finnst það svona, ég ætla ekki að segja afsökun en þegar ég segi svona, já ég ætla bara að vera mannlegur þá er bara svona mér finnst það svona gott til að gefa mér lífi til að gera með mannlega hluti það var samlegt ég var beðin að spyrja þig hver er besta vinkona þín? Hver er besta vinkona mín? Nei, ég segja, þetta er erfið spurning eða ekki? Þetta er erfið spurning, sko. Hver er besta vinkona mín? Sko, já, ég elska konur. Ég elska orkunum sem ég fara konum. Og ástin sem ég fengi frá mömmu er bara, ég get ekki sett það í lýsingun og ég bara, það er eitthvað við konur sem ég bara dyrka og dái. Ég hef ekki alveg snert butanum að því, það er bara, það gefur mér svona pínu öryggi og hlýju og maður finnur fyrir væntumþykju og allt þetta og ég er svona, og þetta er svona á ég marga vinkonur sko og þess vegna elska ég mömmu mína svona mikið og ég veit hvað, og því að mamma hefur gefið mér svo mikla ást og allt það. Og maður á rosalega margar vinkonur en ef ég ætti að setja á bestu vinkonum mína þá verð ég að nefna Mari Jersk held ég af því að einhvern veginn, af því ég held hún væri óþólandi í fyrsta skipti ekki fyrsta skipti, ég held ekki að vera óþóli ég hefði gaman að henni, en hugsaði ef ég fyrir að vera með henni meira en 2 tíma þá er ég ekki, þú veist, þá bara ég gæti ekki verið meira lengur en 2 tíma sem gist ég á sama stað og hún einhvern tón og hún svo slaupa hópurinn einhvern stað á stikisól með eitthvað ég hugsaði, beti, ég fekk ekki nóg að Mari og sem var það ekki fyrir en að maður endi svona í lendi, en að maður fór í gegnum sambandslít og þá einhvern veginn magnaðist okkar vinátt upp og já, fólk var að fara að halda því ég væri par já, blessu verður bara spurningar sem maður sjálfur fekk og sögurnar sem er í bæ, nei, við erum bara ótrúlega góðir vinir og ég held að allir ætti að hafa eina Mari í lífinu sinu, ég væri ekki til að hafa 2 ekki til að hafa 2 en ég held að allir ættu að hafa eina Mari í lífinu því hún er manneskjan sem lífgar upp alla staði sem hún er á og er bara ótrúlega fyndin getur líka tekið djúp samtöl ekki alltaf bara grín og svona en hún bara gerir líf mitt miklu meira ríkara og við einhvern veginn að myndaðist einhver vináttar sem ég bjóst enga veginn við að myndi gerast sko. En ég á marga góða vinkonur en ég myndi svona setja Mari kannski eftir. En hver spurði? Það var Ásdís og Mari. Ásdís og Mari, já. Ásdís frænka, sjátt á hana, hún er alveg yndisleg manneskja og alveg segja saman bara með spýru fólkið og hlaupahópinn og þetta er dásalegt fólk og elskaðu öll sko. Talandi spýruna, hvað er uppáhaldsmatur þinn þar? Vá, sko Það er random spurning já, sko en þátturinn er nefnilega í boði spýr Nei, það er svoleiðis já, Rúnar kokkur, hann er náttúrulega kóngurinn sko, hann er náttúrulega dásalegu maður Ændislegur og spýr náttúrulega sko, að því að sko nú er ég að tala frá hjartanu en ég er líka sponsor á spýrunni ég er borða af rítar en það er bara heiðalegt að geta mætt á stað borgað venjulegan penning fyrir mat eins og kostar að fara hátíðismið í dag þú fer sattur út þú getur fengið súpu, brauð smjör, farið máltíðina og ef þú ert meira svangur, byrju bara meira Já, og næringaríkur matur og næringaríkur og klín matur og þannig að þegar ég og Gló hættum að vinna saman á sínum tíma þá hringdi ég bara Rúnar mér langar, og bara sagði bara, ég er svolítið áhuga á
spýrinu og viltu bara vinna saman og svona, þannig ég held að hvort að ég sé hafa ekki verið bara fyrsti að með þeim fyrstu sko á hérna á spýrinu, en hvað sko í dag var kalkun með svona jóla hérna blöndu með alls konar eplasalati og fyllingu og sósu og þetta, ég var ekki, ég sagði þetta á Rúnar án, ég sagði, ég var til að hafa þennan mat á aðfangadag, það var ekkert eðlilega góður, en þú veist, mér veist kannski bara þegar það er nautakjöti á föstum, það er held ég, ef það var einhver að prófa spýruna þá veistu alltaf að geta fengið gott nautakjöt með bernes og góðu meðlæti á föstum. Ég er búin að fara nokkru sinnum síðan þeir flutt á nýja staðinn og það er alltaf röð út úr dyrum, það skiptir eiginlega engu máli hvaða tími ég hef komið, það er svo magnað og einn föstudaginn þarna, það var lengst inn í búð. Já, hún byrjaði 10:30 og endar ekki fyrir 2:30 sko, þannig að það er allir hana. Og ef einhver sem er að hlusta yfir ekki fara á spýruna, bara prófa, þetta er svo geggjaði matur, ég hef aldrei fengið neitt vandan, aldrei. Nei, bara mjög heiðarlegur og frábært fólk líka, mér finnst alltaf skipta máli og tala Bandaríkjunum, hvernig þjónustlindunum mér bara finnur góða orku og hérna flott fólk og flott húsnæði og allt þetta, þannig að það er bara skella sig þangað. Já, nákvæmlega. Það er slegt, heyrðu þið, þannig að ég svona þrætti aðeins Instagramið til þess að reyna að finna eitthvað svona til þess að spyrja þig út í. Okay. Og af því að ég glemdi spilinu, þá ætla ég bara að nefna svona eitt punkt sem að þú settir fram, sem var vertu meðvitaður góðu eiginleika þína og notaðu þá til að miða áfram í lífinu. Mér finnst þetta svo flottu punktur. Þannig að hverjir eru þínir góðu eiginleikar? Mínir? Já. Sem þú notar til að miða áfram í lífinu. Það er semst, ég mæli með, ég kem inn á því, en það heitir Serious Introductions, eða bara alvarleg kynning. Við gerðum þetta þetta er gert í jákvæð sálfræði áfengum í rauninni. Það áttur að segja frá sögu frá sjálfu þér sem endurspeglar svolítið hver þú ert og þetta er ekki svona, þú veist, ég afreikaði þetta, ég náði þessu, ég var alveg besti, þannig að þetta er ekkert svoleiðis. Og því ég var að hugsa söguna, að því ég var að tala eiginleika, að þá var ég að gista á hóteli rétt í Hollywood, rétt að ég byrjaði í skólanum og Hollywood skilti var bara 30 mínútur í Hollywood skilti og ég var bara ég veit að fyrir Hollywood-skiltinu, þú veist, bara svona spenntur að sjá alltaf svona. Nei, ég fór og mætti og allt inni var engin leið upp það sem ég var. Og ég var bara, við hættum svolítið skiltið. Hljópa áfram að finna leiðina, engin leið. Þannig ég byrjaði bara að arka upp. Síðan bara arka maður upp og allt inni var ég mætti bara fyrir utan hús í hafangurum og ég bara, nei, þetta er nú ekki rétt. Aftur niður, fór aðra leið upp og allan tíman, ekki allan tíman, á milli stunda og kom alltaf svona rödd upp í hausinn. Æ, sleppti ég bara að fara upp Hollywood, farið bara heim. Þú er búin að vera inn í klukktíma og svoleiðis. Þannig ég fór aftur upp og niður og aftur upp og niður og ég ætlaði mér að sjá þetta og fara upp á toppinn á Hollywood-skiltinu sem endaði með því að 30 mínúna göngutúri að fjallahlaup endaði 3 tímum og ég var gjössalega búin á því á toppnum en ég fór. Þannig að helsti kosturinn minn held ég að sé svona, við köllum þetta perseverance á ensku. Já, þrautsegja sko, mér finnst svona skilgingin mín á þrautsegja hvernig þú kemur tilbaka eftir að einhverju erfiðleika dynja á þig, hversu fljótur eftir til að bouncing back. Meira kannski að gefast ekki upp. Já, gefast ekki upp, ég veit ekki, sko segla, kannski ég og Anna hefum kannski mismöndi merkingu í orðinum, hann getur verið segla, finnst mér allan, og svona að ég held alltaf áfram og það sem ég geri þáttur að koma erfiðleika á leiðinu og hindranir, þá klára ég vilt það sem ég geri. Það er góðu kostur mig. Ég er heiðalur, eins og við sögum maðan, nú farið alltaf mig, og ég trúr sjálfur mér, ég segi bara hluti sem ég tel að það séu sannir og ég er ekki með hatt á því ég mæti, þú færð bara mig. Ég er orkumikill, ég heitir sest á ensku, það er bara svona lífsorka. Ég er bara rosa mikla orku fyrir lífinu og bara svona rosa, þú veist, ánæði með lífi og ég er bara mikla orku fyrir hlutum. Mér finnst það mikill styrkleiki. Síðan er ég náttúrulega bara leiðtogi, ég er mikil leiðtogi hef alltaf verið, var fyrirliðin í fótboltanum, nánast gegnum alla með fyrir. Og núna er maður allt í unni bara leið einhvern CEO á einhverju startupi og leið einhverju rannsóknarstofu og valið besti nemandi í skólum og svona, ég hef alltaf verið lítir. Mér finnst það gott. Síðan ég myndi segja að ég hafa ákveðna lærdómsþró, ég er svolítið forvitin. Þannig að mér finnst oft skemmtilega en ekki að hlusta á fólk og spyrja. Og stundu því ég finna að ég er búin að tala mikið þá einhvern veginn líður með þannig að ég vil fara að snúa þig við, sko. Af því að þú veist, ég get lært svo mikið af þér og
ég er svo forritin hvað annað fólk að gera og svo framvegis þess vegna þegar ég fæ bóða eins og í podcast þar sem ég fæ bara að tala endalaust þá mæti ég þannig að það eru alls konar eiginleikar, síðan held ég bara þú veist, mér finnst kannski svona, ef við fyrir bara í djúpa trú þá bara, ég veit að það er slæmt til í heiminum og slæmt til í öðru fólki og ég er meðvitaður það en ég kýsa að líta á það góða kýsa frekar en að það ég er að pæla hvað er manneskir reyna að fá frá mér eða hvað er að manneskinni sem ég er að kynnast eða tala við þá sé ég alltaf styrkleikana ég sé alltaf bara, ok, já, ég fljótur að grípa þennan styrkleika, þú ert rosalega forvitin að þú skynst út með mjög mikla samkennd eða hérna, þú ert rosalega góð að vinna í hóp já, þú ert bara svo frábæra aðlögunarfærni, þannig að ég tek svo fljótt eftir því og það eru, vill ég meina mikill kostur af því að ég er bara átta mig á því ég vil lifa lífinu þannig að því ef maður lifir lífinu og ég vil bara hafa það af því ég trúi að ég hafi það hugreikja að ég geti mætt því þegar eitthvað kemur í baki á mér frekar en að því ég hef alveg verið á þeim stað á svona mjög stutt í lífinu mínu að þá hef ég verið að líta á neikvæðileikana við einhverja manneski í lífinu mínu og mér fannst það bara ekki gera mér nér þeirri manneski gott Akkurat. Þannig já ég held að það sé svona og kannski líka sko nú er líður mér eins og ég sé bara mest í narsissista á landun, nei ég segi svona að því að tella svo marga góða eiginleika, ég get líka að tala mína takmarkanir, eins og náttúröld í okkur núna nú fer ég að tala það sem er neikvætt mig sko. Ég skal nefna einnig viðbútt það heitir svona positive að sem ég átt að maður átt að segja það því maður fór út hverjir eru hérna sko heitir sko jákvæð tengslunar orka þannig að sko fólk sem ég hitti hvað sem er á fundum með leiðböndum mínum, með fundum með strákunum í hugbúnaðinum, eða ég er að tala um manneskjöld og götun sem ég sagði þá, þannig að við erum að tala í podcasti eða, þú veist, þegar þú talar um einhverjum manneskju og þið líður eins og þú hafa fengið aukna orku eins og þú talaði með hana, þú bara, wow, það er bara búst í daginn minn að hafa átt þessar samtala og þetta getur bara fundið eitthvað leiðis. Og ég held að þetta sé súpukraftur sem ég hef, að yfirleitt þegar ég er í samskipti á annað fólk, af því ég svona hugsa svo vel sjálf mig og af því ég set mig svona í forgang að þá geti gefið öðrum þá einhvern veginn, mér finnst það svo góður orkur að þannig að fólk fær orku að eiga vanana í samskiptu við mig og langastundum bara hlaupa í gegnum veggi í rauninni sko. Og það er búin að rannsaka þetta á vinnumörkunum og fleira og þetta er rosalega mikilvægt upp á bara framistuði í vinnu og fleira að séu margir svona einstaklingar á vinnustannum og ég vil meina að margir svona í lífinuðinu af því að því ég segi þetta bara við núna þið dettur potið einhver engslikur hug og þeir sem eru að hlusta því að potið einhver sem þú tala við og þið líður bara eins og þú veist, þú er eins og bara, einhver hefur gefið þið bara eitthvað orku skot og það besta við þessa orku að hún þú þarft ekki eins og þú rífur í lóðina hleypir marathon, þá ertu bara að klára líkamlegu orkunni hérna þú gengur gennum eitthvað tilfinningarlegt þá er þetta að hlaða aftur þarf ekki að laða aftur hér ef þú ert bara að fá orku frá jákvæða fólki þá heldur það bara áfram þess vegna er ég svo ég er rosalega snöggur að filtera út sko, fólk sem ég fæ þessa orku frá og fólkinu sem ég fæ neikvæða orkuna frá ég sæki fólki sem ég fæ jákvæða orkuna frá og já, þetta hefur gert mér rosalega ef þú ert með þennan eiginleika hann er rosalega mikilvægur upp á bara þig sjálfan og ef þú vilt ná meiri árangri í vinnunni til dæmis eða í skólanum og svona framvegis eða þú ert bara og hvernig smitar þú svona jákvæða orku já, þú ert 100% til staðar á þessu stund sem þú ert í nú þú ert ekki að kíkja í síman, þú ert ekki í tölvunni þú ert að gefa 100% athygli þú ert forvitin þannig að þú spyrð spurninga og hlustar þú virkilega hlustar og sér ertu pínu bara svona mannlegur þú er pínu vulnerable, þú er pínu svona bara ríl og heiðalur og ef þú tekur alla þessa þætti svona innleiði þá, ég veit að það er ekkert verkefni sem maður vaknar upp bara á mánuði og ákveður að hendi í ganga á 30 mínútum en ef þú prófaði áfram að þá mun fólk smitast út frá þér og mér finnst það svo fallegt af því að ef ég get smitað einhvern í einhverjum samskiptum, litlum samskiptum sem við eigum þá er hún er að hanna fram svo smitast frá út frá því, hún verður betri og vonandi smitar hún til annara, þannig ég hugsaði þetta og ég held sé bæði bælun og blössunar, ég tel að allt sem ég geri og sem flest allir gera skipti miklu máli heldur en gerum að grein fyrir og allt sem við gerum hefur áhrif á aðra og ég trúi því virkilega og ég trúi svo í megni, ég trúi svo í kraftunum því að við gerum þess vegna trúi ég svo því að það er svo mikilvægt fyrir hvern og einn að bæta sig og smita aðra sko.
að því við erum bara orka og við getum flutt orku, bæði eins og segja jákvæða en neikvæða og ég kalli þetta svona gleðisprengjur, já. Þessar vinkonur sem ég á sem eru svona og maður finnst maður bara alveg búin að hlaða batterín þegar maður er búin að eiga í samskiptum við þessa aðila, það er svo geggjað, þetta er bara og ég finn með aldrinum þá líka hefur maður þroska til þess að ekki forðast en svona þeir sem eru orkusugur skilur, ég er bara búin að læra það að ég þarf ekki að hringi þennan eða spjalla við þennan eða þetta er bara orkusuga og þá bara minga í samskipti við þú skrifar ekkert undir samning bara við erum vinir að eilífi sko. Það var hægt annarkvort að minga það eða þú veist, gefa manneskinni feedback ef hún er svoleiðis og þú veist, bara heyrðu þetta fyrir ekki, ég er alltaf búin á því ég tala við þig sko, eða þú veist, ekki kannski orðað þannig en þú veist, mér finnst benda á kannski einhverja hegðun og segja mér finnst þetta svolítið svona neikvætt skilurum og þá, ég meina besta sem gerist þá er að einstaklega bætir hegðunina eða bara lokar að þá ertu hvort er komið sömu úkomu sko. En bestu vinir eru með þeir sem kunna hlusta eins og þú veist að segja það gefa þér færa og tjá þig og bara hlusta og koma ekkert endilega með dæmisögu tilbaka og hlusta sko listen to understand hlusta til að skilja en ekki til að svara þannig að þú veist, þegar ég er að hlusta á einhvern, þá er ég ekki að hugsa ég ætla að koma mínum punktin inn og ég ætla að spyrja þessa spurning, ég er bara virkilega að hlusta hvernig kemur þögn svo ég geti komið hann er bara svona, bara virkilega að hlusta sko. Þannig að það er alveg rosalega mikilvæg reyningi og kannski eitt í viðbót sem er rosalega mikilvægt af því að það sem spáir sterkara fyrir hvort að einstaklingur verður til staðar hjá þér í framtíðin í lífinu er ekki hvernig hann svara við neikvæðum fréttum í lífinu heldur hvernig hann svara við jákvæðum fréttum í lífinu hvernig gerur það? Það eru 4 leiðir til að svara þú veist, þú getur svara með því að segja annarkvort í fyrsta lagi getur þú svara svona bara já næs, skilur mig, bara góða fréttir skilur, einhver kemur heim og fekk stuða eitthvað í vinnunni eða whatever. Sen getur þú svara með já ok, en hvað við ætlum að hafa spagetti í kvöldmandinni, það er lagið því megna, þú er svona ignora það algjörlega. Sen getur þú svarað já, byrju stuðu eitthvað, því það er ekki meira ábyrgð og hver á að sjá börnin og en hvernig svarar þú þegar einhver segir jákvæða veitur, heyrðu, frábært hvernig fórst það, hvernig leiðir þú fekk stuða eitthvað, hvað ertu spenntust fyrir eða stressuðust fyrir eða þú veist, þú svona sýnir einlegan áhuga og við vitum þetta út frá rannsóknunum, þetta bæti gæði tengslana sem við hafið og þetta líka eigur jákvæða tilfinningarna sem einsleikurinn semst var að segja frá því að við upplifum jákvæða tilfinningar sem jákvæða fréttir en það eigur þær hjá einsleikum þegar við svörum í jákvæða vegu og það er víst nokkuð algengt þetta er eitthvað sem ég aflærði ég held að það væri ekki það algengt að fólk sagði frá jákvæðum fréttum í lífinu að því að það er svo margt svona sem lífið er bara erfitt og margt svona neikvætt í umræðinni en það er víst held ég bara 80% dagana í vikunni að þú veist 80% af tímanum þá erum við að segja einhverja jákvæða fréttir þannig við höfum svo ótrúlega mikið af mögulegum tækifærum til þess að svara á þennan máta sem mun bæta tengslið þín ykkar á milli en líka bara að gera gott fyrir manneskjuna og gott fyrir því líka því þú ert í rauninni að stuðla einhverju góð út frá sjálfu þér sko. Og talandi jákvæða fréttir, ég þekki eitt blaðamann og ég var að stinga upp á vennu daginn að hafa bara sér flipa sem heitir bara jákvæðar fréttir af því að mér svo oft maður fer ykkur inn á fréttaveitur og það er bara, þetta er allt rosalega erfiðar, þungar fréttir það væri svo gott að geta bara smelt á þetta ef þú vilt fá smá jákvæðni í lífið þitt bara algjörlega, ég hef ekki hort á fréttir í bara, ég veit ekki, komur ár og ég kom heim og var svona aðeins sem pappa ég kom heim og allt í bara fréttinar bara á, þú veist, voljum 80 af 100 sko, mjög háan og hérna þá var ég alltaf að hlusta fréttinar og ég bara, ég er bara orðin kvíðinn sko, hvað er í gangi hérna, skiljum þannig að það er svo, maður þarf að fara að vallega, þú veist á fréttamiljum að mínum að því að því að heimurinn virðist vera voða slæmur og virðist vera margt slæmt að gerast en við vitum það að það hefur aldrei verið gott að vera lífi sko. Og það eru rosalega margir góðir hlutir að gerast lífinu en málið er bara ég er stuðningsmaður þessar hugmyndar en þú séum við með mannfólki bara við erum svolítið negativity bæja sko, út frá þróun og það er betra að taka eftir eitthvað sem var neikvætt heldur en eitthvað sem var upplifir hamingju að jákvætt það er bara svona, eitthvað neikvætt eitthvað drepið sko. Þannig að við erum miklu líklega til að klikka á neikvæða fréttinar
og þetta myndi hann spírala þeir sem að gefa út fréttinar, þeir ekki unni hvaða fréttir, þeir fá klikk, það borgar þeim vinnuna og vinnustannum og allt þetta en ég hrifinn af þessar hugmynd að hérna skelli ég myndi klálega að fara inn á vísi eða hvað það væri bara hérna jákvæðar fréttitálkur, ég myndi klálega að taka þá myndi ég fara á internetrúlið sko. Já, nákvæmlega þetta bara, þú veist, þessar fréttir það því að svo fólk líka svolítið erfitt með þegar það stríð í heiminum og það eru eldgos og það alls konar fólk að missa heimili og þá sumir eiga þá erfitt með að upplifa má ég bara vera glaður og hamingjusamur þú veist, þegar aðrir að þjást það líka svolítið svona þess vegna held ég að margir séu að hætti bara að horfa á fréttir af því þeim finnst erfitt að réttlæta það að sjálfum geta liðið vel. Já, bara þá skammast sín fyrir að líða vel af því að öðrum, þá ertu komin í samanburðinu. Já, ég hef upplifað þetta, þú veist, ég var spjallað við fólk. Já. Að fólk upplifið þetta eins. Það mjög, mjög áhugavert. Og örgulega börn líka, þú veist, þetta að vera barn í dag þú veist, það stanslust áreiti. Þú sérð einhvern veginn allt í gegnum samfélagsmiðla og TikTok og eitthvað sem við gerðum ekki þegar við vorum börn. Þau eru upplýstar en samt eru svo mikið af falsfréttum. Já. Þannig að þau, En mér svona sko, ég myndi þá sko, mér finnst annað en að viljandi láta sig vera ómyggsaman og sína samkennd. Þú veist, ég get séð frétt og eldgosið og bara hvað ég finn til með grindvíkingum eða bara, þú veist, eða ég get séð einhverja fréttur úr heimur og hvað ég finn til með þeim, skilur mig, og ég finn virkilega til með þeim og ég leiði mér að finna fyrir því en þú veist en það þarf ekki að valda þér óhamingjusamt, skilur mig af því að samkennd, nóg til að samkennd og samkennd gott erfið tilfinning en þú veist líka góð og ég held að það sé svolítið svona og samkennd, það ekki beint hamingja það ekki beint mér líður illa, það bara svona góð tilfinning sem við erum öll með sko að mér finnst allavega, en ég skil alveg fólk að vera bara svona, hvernig get ég verið ánægður þegar virðist vera svona margt í gangi, skilur mig en þú veist, ég myndi allavega ef ég var í þeim spórum, þá myndi ég kjósa ég líti á þetta og ég sýni samkennd en síðan get ég ekki, eða því ef maður myndi láta alla þessar hluti stjórna sér, þá væri maður myndi maður aldrei upplega hamingju, maður er alltaf bara rosa dán en maður myndi vera á svo fréttamælum en síðan ef maður myndi taka eftir líka og myndi fara og googla bara hvað eru 20 frábæri hluti sem hafa gerst við heiminn, skilur mig, undanfærið og þú veist, þá eru búið að minnka algjör í fátækt bara helming frá árinu 2013 og þá var markmið að takast fyrir 2015 og þá útrýma algjör í fátækt sem er semst að lifa undir $1,98 á dag þá útrýma því núna held ég 2025 ef mér skjállast ekki. Er það í Bandaríkjunum eða bara í heiminum? Í heiminum, já. Okay. Sem er bara, þú veist, frábæra fréttir. Já. Það nú margt að fara í ákvæðar áttir. Ég búin að vera góð við til síðustu þáttum þar sem að ég finn að það bæði varandi heilsu og bara heiminn að það jákvæð þróun. Mér finnst það búið að vera, það var tímabil þar sem manni fannst einhvern veginn allt vera, öll kerfi ekki vera að virka til þess að, þú veist. En ef við reynum, þetta búið að rosa gott spjall, þetta örgulega spjalla marga klukkutíma en ef við reynum að taka þetta kannski eitthvað aðeins saman af því að þetta snýst um heilsu og minnst allir þessir eiginleikar sem þú ert búin að telja upp, þetta allt jákvæðir eiginleikar til að hafa, til að upplifa góða heilsu. Þú brennur fyrir að hjálpa fólki að lifa innihaldsríku lífi. Finnst þér það ennþá vera frá því þú gafst út bókina, þú talaður um að aðeins eitthvað svona breyst þín hugmynd eftir þú fórst út skilur spurninguna? Já, algjörlega, nei. Eða það ennþá, þú veist, þú bara brennur ennþá fyrir það að hjálpa fólki að lifa innihaldsríku lífi? Já, og innihaldsríku og bara góðu lífi myndi ég segja. Já, þú veist, ef við þýðum innihaldsríkt bara í meaningful þú veist, við getum alveg farið í mjög mega dítila. Það svona tilgangsríkt ég bara hjálpa fólki að lifa góðu lífi sama hvernig gott líf lítur út fyrir þau sko. Og þú veist, ein leiðin til að upplega hamingju, ein leiðin til að upplega tilgang og ein leiðin til að upplega sálfræðilegt ríkt líf. Þannig það verður ekki breyst. Ég bara búin að breyta því ég hafa alltaf hugmyndum að skala eitthvað sálfræðilegt sem ekki einfalt að því við erum að tæka á kollunum okkar og reyna að færa það eitthvað mænlegt. Skala eitthvað sálfræðilegt tól til að ná til eins marga einslinga og í mögulega get. Hugbúruna sem ég að gera núna, því ég hef aldrei gert það og hugmynd sem ég haft í kollinum í 3-4 ár að ég var alltaf að finna leiðinar á að hjálpa fólki að lifa góðu lífi eða einslingu lífi. Ég að vonast til að, og ég sé fyrir mér
að þetta gæti orðið eitthvað sem gæti skalast út í heiminn og vonandi ég myndi setja í forganga allan Ísland fóði aðgang á hugbúnaðarum einn daginn sem verður sem fyrsta landi fyrir utan Bandaríkin myndi ég segja, en það er bara ég er bara í rauninni að þú getur haft áhrif eins og í coaching, þú hefur mjög mikil áhrif á einn einstakling og þú veist, kannski með bók eða fyrirlestur hefur kannski lítil áhrif á nokkra fleiri einstaklinga það er alltaf svona, ég er einhvern veginn að fyrst gaman bara pæli því hvar að ég elska að coacha, elska það en síðan líka, þú veist, hvar getur maxima mín áhrif og nú er ég bara að prófa eitthvað nýtt og sjáum hvert það fyrir, síðan er maður alltaf með 20 bækur í kollinum og allt það en hérna, nei, þessi þetta er ennþá að gefa mér ástríðu, það er að hjálpa fólki að lifa góðu og innihaldslíku lífi eða hvað sem maður vil. Kannski spurning sem við getum endað á sem við hefum kannski átt að byrja á, hvað er innihaldsríkt líf? í þú veist, svona styttri skilgreiningu. Hvað er? Þú veist að hjálpa fólki að upplifa eitthvað sem er innihaldsríkt líf og hver er skilgreiningin á því? Sko í sálfræðinni þá er oft talað meaning in life að finna tilgang í lífinu og það kannski tengist ekki kannski narróa spurninguna aðeins niður í gegnum það en það er talað að þú þurfir að hafa 3 þætti til staðar til þess að upplifa lífið þitt að þú upplifir tilgang í lífinu sem svona fangar það er rauninni bara að kallast coherence á ensku sem er bara að skilja sjálfa þig svona þínar upplifanir og heiminn í kringu þig af því að þegar við upplifum ekki svona skilning og svona ákveðna reglu í því að þá er það ekki gott fyrir okkar líf og veljan og tilgang það er svona svo mikilvægt að vera meðvitað söguna sína eins og við tölum áðan af því það er svo að spila svo rosalega mikið hlutverk í hvernig við skiljum okkur og lífið og síðan er að hafa tilgang sem er bara svona einhver æðri stefna sem hún fær hvatningu við að fylgja tilgangur minn er að nota þjálfunarsálfræði og jógasálfræði til að hjálpa fólki að vaksa persónulega, faglega, félagslega svo heimur verið betri stað, eitthvað svo leið skilur mig einhver stefna sem þú hefur og síðan er það significance sem er ensku bara það er í rauninni þýðir að upplega lífið sétt bara þess virða að lifa en það sem gefur þessum hvernig þú uppfyllir þessa þætti er félagslega tengsl þetta er ríkum félagslegum tengslum fjölskylda og vinir, þú spyrir hvað gefur tilgang í lífinu, þá svara flestir fjölskylda eða vinir það gefur okkur smá gaum hvað við erum að fókusera á í lífinu sem segja margir er að upplega tilgang í vinnunni sinni þú veist, vinna mín gefur mig tilgang því oftast ertu að vinna við eitthvað sem hefur þráttur og áttið þig ekki á því kannski að finnst þú gera bara eitthvað venjulegt en þú veist, þú ert að gera eitthvað sem stuðlar einhverjum umfann sjálfa þig Þannig það er alls konar leiði til þess að þú veist upplifa innihaldslíkt líf en innihaldslíkt líf er svo stór reglíf en þetta er allan svona sem ég var búin að minnka spurninguna aðeins niður svona tilgang í lífinu sem er rauninni bara þú ert að fylgja einhverjari verðuðari stefnu sem hefur góð áhrif á aðra umfram sjálfa þig og það er svolítið það sem gefur lífinu lit ég allan að vil meina það að það snýst ekki mig það snýst ekki sjálfa mann það snýst hvað maður getur stuðlað umfram sjálfa sig vil ég meina og ég held að þú veist auðvitað eins og ég var að segja það er mikilvægt að setja það líka í forgang til þess að þú getur gert það en ég held að sé bara fyrir mig og sem gefur fólkinu tilgang er að þegar þú finnur að þú ert að hafa góð áhrif á aðra lífinu og mér er sama hvort það sé fjölskyldumennumur eða ókunnum maður út á götu eða í vinnunni og svona ef þú finnur að eitthvað sem þú ert að gera er að hafa áhrif þá upplifir svolítið það fyrir mér að það er fátt sem toppar þá tilfinningu þú veist, þú er búin að hlusta mig vel í podcastinu, þú ert að hafa góð áhrif á mér nú er ég að tala og ég átta með einhverju nýju þegar ég er að tala og svo framvegis skilur mig þannig það og síðan gefur þessi þáttur út og allt í einu hlustar einhverju þáttin og vonandi sagði ég eitthvað gáulegt sem fólk getur lært af og þú veist, og þá er þú að skapa það rými og einhvern veginn að finna þá og sem kemur einhver í sundleginu og fyrir sundnæs bara heyrðu á, hlusta hann á þáttana og veist, með Önnu Steinsen eða eitthvað ég lærið þetta og bara það var geggjað og ég gerði þetta eftir það og bara svona það er ekkert sem toppa það en þetta þarf ekki að vera podcast, þetta getur líka bara verið samræð með vinkonum og viniðinum og við þurfum alltaf að vera duglega líka að þú veist segja við fólki í kringum okkar bara þú skiptir mér á svo miklu máli Já, við erum ekki nóg duglega því Íslendingar Nei Þú veist
það sem gerði þarna, það hjálpaði mig að gera þetta, hvernig þú hlustaði á mig þarna, ef þú myndir ekki búa henni að vera henni í lífinu mínu, þá myndi ég sakna henni og ég saknaði þegar þú varst í burtu og að finna að maður sé nauðsynlegur og ég held að við getum, það er besta gjöf sem við getum gefið þér fólki, það er bara, heyrðu mér langar bara á þetta að vita að þú skiptir rosalega miklu máli í lífinu mínu og að hafa því í lífinu bara mikilvægt fyrir mig og lífið mitt var ekki eins gott ef þú verður ekki í lífinu mínu og takk fyrir allt sem þú gerir og þú getur einhver dæmi af hverju þið finnst að skipta máli en fá að heyra þetta og gefa þessa gjöf það er bara, þú ert að gefa gjöf sem kostar ekki neitt sem er rosalega mikilvægt fyrir, ekki fyrir bara sjálfa fyrir manneskuna, þegar þú gefur af þig þá finnur þú líka að þú segir við einhvern að hann skipti þig máli, þá er þú líka að gefa frá þér en ég held bara að vera duglega, lífið er bara stutt lífið getur hrifsað undan er bara án þess að þú vitur að því ég held bara að það sé mikilvægt fyrir okkur að við látum hvort annað vita að fólki í kringum okkar skipta okkur máli af því það er mikilvægt sem við höfum í lífinu og ég tel að við erum að láta fólki okkar vita því vera miklu duglegar á því af því við skiptum öll miklu meira máli heldur en við gerum okkur grein fyrir og að því þetta hlaðvar snýst nú heilsu þá allt sem þú ert að segja þetta hefur nefnilega svo mikil áhrif á heilsuna okkar þú veist, það að vera í félagslegum góðum samskiptum og að hugsa um líkamlega heilsuna það hefur allt áhrif á andlegu heilsuna þetta er allt bara samtvinna og við getum haft góð áhrif á aðra sem við erum vonandi að gera í dag með því að ræða þetta og bara þess að mikilvægt að vera meðvitaður um það í lífinu að það sem þú ert að gera þú veist og ég sé með lífið í lúkunum og ég er að hugsa um mig fyrst og fremst þá er ég samt vonandi að smita út frá mér jákvæðni eða einhverju skilur að einhver bæti sig þá núna í félagslegum samskiptum eftir þennan þátt eða hvað skilur eða í fjárhagslegum heilsu eftir fjárhagslega þátt skilur þetta er svo mörg svið og við megum heldur ekki miklu það of mikið fyrir okkur heldur bara, þú veist, bara þetta að næra okkur nánustu og okkur sjálf það er bara algjörlega, þetta þarf ekki að vera eitthvað það er ekki allir að vera podcast þetta maður getur bara gert það á hverjum degi í rauninni sko. Þú hefur rosalega mörg augnablik til þess og ég las eina bók áður en ég fór út flutti út í fyrst skipti sem hafði svolítið mikil áhrif á mig hún heitir The Gift of Influence og það talaði bara fyrsta sagan heyrðu, ég myndi að þú ert að líður undir leiðalög af þínu lífi og það er bara svona stór fótboltavöllur tróðfullur af 80.000 manns og þau eru annarkvort að fagna og klappa því að hafa svo góð áhrif á lífið þeirra eða þau eru að búa á þig af því að þú hafið neikvæð áhrif á lífið þeirra og pælingin hans var að þú getur haft áhrif á 2,9 nánast 3 einslíka á hverjum einstu degi getur haft áhrif þú veist, og örgulega fleiri í flestum tilhaukum skilur mig og að þú munt hafa á meðaltali áhrif á 3 einslíka á hverjum degi út lífið þitt og þetta getur verið eins og aftur vinnuvílar eða bara einhver út á götunni eða eitthvað algjörlega og hvernig þú ert í samskiptu við þeirra hvort þú segir að þið skipti máli og allt þar undir götunum það mun hafa áhrif á hvort að fólk muni fagna þegar þú leiður líka og bara þakka þið fyrir og allt það eða hvort að mun búa þið niður af því að þú varst bara ekki hafa góð áhrif og hafði kannski neikvæð áhrif og ég vil bara svolítið tróðfylla hana öll sko einmitt, er það ekki bara flott lokar? Já, ég held það þá veist ég sko ég fikk að það myndir alltaf losta við mig sko Þú kemur bara eftirna fyrir næstu ár Já, ég blessi verið þá tökum við fram allt já, þá ertu kannski búin að koma sem hugbúnaði í loftið og Sjá, ég er að bjóða mér aftur í podcastið Já, sendur af mig En bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að deila bara við þekkingu þinni og vitneski með okkur og mér og öllum sem er að hlusta Takk fyrir að fá mig og til hamingju með podcastið og góða þætti og dugnaðar sem múnt að setja í þetta. Takk kærlega fyrir. Ég hveti ykkur öll til þess að íta á follow, fylgja hlaðvarpinu, hvort sem það er á Spotify, Apple Podcast eða öðrum streymisveitum. Þá fáið þið tilkynningu þegar næsti þáttur fer í loftið og endilega, ef þið eru á Instagram, að fylgja Heilsuerla.